Já, eins og ég segi, ég ætla ekki að ræða þetta lag. Nei, við skulum ekki ræða þetta lag. Við segjum bara góðan og blessaðan daginn klukkan á 4 og þá þýðir aðeins 1. Það er 9-5 blöð komin í loftið. Já. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon og verið með ykkur í dag. Það er einfald ástæða fyrir því, það er miðvikudagur og heitir blöð. Stjórnandi þáttarins var búin að beða að koma, þannig að það er ekki takt að vera með neina flugri sambandi við það. Heitir blöð sjálfur er á kantinu, hvernig hefur það í dag, gamli? Kallinn hefur það gott. Er það ekki? Já, ég er rosa fín. Gleðilegt nýtt ár. Það er sömuleiðis, kallinn minn. Takk fyrir gamla. Já, herðu. Það var ánægilegt. Hvenær fyrir að verða of seint að segja þetta við fólk? Aldrei. Jó. Ég meina, ég er að hitta því í fyrsta skipti maður á nýja árinu. Ok, þannig að ef ég hitti kannski ekki einhvern félaga minn bara fyrir svona 7. febrúar. Já, þá segirðu bara gleðilegt ár, kallinn minn. Já. Nei. Akkur ekki. Er þetta ekki eitthvað svona 7. jan, þá hættur að segja þetta? Á að fara að gera reglur þetta eins og allt annað. Má maður ekki bara hafa þetta eins og maður vill? Jú, auðvitað. Já, fólk er bara svona, þú veist, að bæða að segja gleðilegt ár og herru, hvernig fannst þér skaupið? Mér finnst það að vera svona, ok, 7. jan, kött á það. Já, kannski skaupið, ég kaupið það. Það er í lagi. Kaupið skaupið. En ég heyrði út Svalur á nýja ári, ég er mjög ánægður með það. Já, þetta er nýji Pétur, já. Já, nýji Pétur. Já. Hvernig er nýji Pétur? Hann er svalur. Hann er mjög svalur, ok. Hann er hættur að vera eitthvað, fyrir þéttvaxinn og lágvaxinn og segja bara eitthvað bull og vitleysu, sko. Þannig að sem sagt á nýja ári, það er nýjársheiti, þú ætlar að vera meira svalur en fyndinn. Já. Það er lett að... Nei, fyndinn líka maður. Fyndinn og svalur fyndinn. Já, ok. Það er góð blanda maður. Sjáðu Svala. Já, hann er svalur og fyndinn. Það er hár rétt í þér. En hvernig hafður það hátíðarnar? Já, það er mjög gott, takk fyrir að spyrja. En þú sjálfur? Það er mjög gott. Já, ég bara var í allsherjar afslappi, sko. Já. Það smá pest reyndar, mannstu hana miðvikudaginn sem við vorum hérna fyrir jólin. Já. Og fekk einhverja pest, bara í í útsendingu bara einhvern veginn, prófaðist yfir mig og ég bara var eiginlega bara svona hálfpartinn með aðra löppina í pest einhvern veginn yfir jólinn og svona. Já, ok, það er þetta leiðilegt. Já, en þú veist að ég var ekkert eitthvað rúmliggjandi eða neitt slíkt, sko. Nei. En förum ekki að grenja við því. Förum ekki að grenja við því, elsku vinnur minn. Þegar öll er á botninn kvöld var þetta bara mjög ánægilegt og yndislegt. Það er gott að heyra. Virkilega glaðið með þetta allt saman. Það er flott að heyra. Herðu, við erum með stútfullan þátt í dag við Pétur. Já. Segðu okkur þetta í stuttumáli. Já. Hversu stútfullur og sneisafullur hann er? Herru, hann er svo sneisafullur að við ætlum að henda Pétri Jóhanni Sigfússoni í forsetaframboð. Hann ætlar að tilkynna forsetaframboð sitt hér á eftir, hann Pétur Jóhann. Já. Við ætlum að fá Pétur Jóhann til þess að ringja til Bandaríkjanna sem forseti Íslands og leyfa ykkur hlustendur að heyra hvernig hann sem forseti myndi tala þjóð okkar. Já, það er reynda bara því að þú vilt meina að það sé mjög mikilvægt að forseti Íslands kunni að tala ensku. Já, það er mjög mikilvægt. Er það? Já, er það ekki? Já, ok, ekkert mál. Ég meina, hvað er forseti Íslands að gera? Hann er að ferðast og hann er í partíum og veist að sippa í sig. Já, mér finnst það einmitt að... Hvað segirðu? Og tala við fólk, ellendis, þannig að hann verður okkur ensku, sko. Já, ég meina, kannski í minni, ef ég er í forseti, þá myndi ég kannski breyta því bara. Já, vera bara hérna heima. Við erum ekkert að vasast eitthvað í útlöndu. Hvað eru við að vasast þar? Við erum ekkert að þangað að sækja. Það eru mjög kósí að hafa það alltaf heima hérna. Já, bara forseti, bara jakkafötum og Bessastöðum, bara slækur. Vera bara þar maður. Við höfum allt hérna, við erum með kjöt og vatn og reynast á besta vatn í heimið maður og bestu fjöllin og fallegustu konuna. Hvað er maður að æða út fyrir landstein? Hvað þarf vera? Ég þarf ekki meira. Nei, það er hárrétt ég ekki heldur. Herðu, svo er Eiður Smári Guðjónsson, fótboltakappi á leiðinni til okkar líka. Hann er gestu þáttarins hérna eftir. Og ég minni líka á að við erum að spurja á Twitter, eða farið inn á @b á Twitter. Þá getið þið komið með spurningu á Eið. Við förum í eitthvað eftir sem heitir Twitter spurningar, þannig við erum að gera henda spurningum þarinn. Spurningu sem við getum spurt á Eðsma. Já. Já, frábært. Á eftir sem að kallast á Twitter spurningar, þá eru hlustendur að spurja hann. Hvenær kemur hann cirka? Hann kemur hérna eftir, ég held að verði 5 leiti. Svona korter yfir. Já, vonandi. Okay. Herðu, svo erum við líka með, brjálaðan einstakling sem að hringdi í bankan og lét á heyra það. Þetta er gamall og góður karakter sem á til að biðja fólk að tróða einhverju byrraskata á sér. Já. Sem Pétur Jóhann Sigfússon leikur. Hann er brjálaður á nýja ári. Ekkert að fara ótróna slóður og hann ætlar að segja bara nákvæmlega sem að íslenska þjóðin er að hugsa. Já, og hann fór bara beint í það. Löngu búin að fá sig fullsatan að þessu öllu saman. Sama sukki og svínariði í sama hvar er drepið niður. Þetta er alltaf í öllum böngum og öllum stofnunum. Alltaf sama sagan á þessu liði. Já. Þannig að það er sneisafullu þáttur framöndan. Ekki voga ykkur. Ein spurning. Já. Áttu Ricky Martin? Ricky Martin? Já. Lag, músík. Ég ætti ekki að fundið eitthvað. Já, ég vil bara fá Ricky Martin í allan dag. Gleymdu því? Nei, allavega 1 eða 10, 4 lög. 6-8 lög. Þú hlýtur að eiga Ricky Martin maður. Hann er svaðalur.
Laila, þeir að hlusta á FM 95 Blö á FM 957, Pétur Jóhann Sigfússon hérna með mér og eins og áður komið fram að þá er Eiður Smári Guðjónsson gestur þáttarins, kemur hérna eftir. Já. Og já, nóg framundan, en Pétur, það sem er rætt mest hérna á þessu FM preppi sem ég fæ sent, eru áramótaheiti. Já. Það er náttúrulega, þú veist. Er eitthvað tímasetning á því, þú veist? Má maður tala um það bara hvenær sem er? Nei, þetta er svona, þú veist. Maður þarf að gera það svona 10 dögum eftir áramót. Já, það er allt og seint að setja sér áramótaheiti í febrúar, sko. Það er orðið og seint þá. Já, en ég, sko, listin yfir algengustu áramótaheitin eru, sem sagt, hér, hringja oftar í móðu sína. Já. Er það einhvað sem þú mættir... Já, ég mætti skoða það. Það? Já. Heyrðu lítið í móðinni? Nei, ég betur má eftir dugaskall. Ok. Þannig að það má alltaf ringja oftar í móðu sína. Það er hárrétt þér, þannig að það er aldrei að vita um að þú munir ringja oftar í mömmuðina. Já, þetta er bara mjög gott áramótaheitt. Já, ég reyndar að byrja að ringja mun oftar í mömmu mína eftir að byrja þessum þætti. Já, þú ert verið að ringja hana, já. Já, ég ætla samt ekki að vera að ringja í móðu mína hér, sko. Nei, við getum ringt í hana eftir, þú vilt. Nei. Þú ringja hana núna? Nei. Viltu ekki tala það? Jú, ég ringi bara í hana í mínum eigin frítíma. Það er alltaf lagi. Svo er það næsta, join a gym eða byrja í líkamsræktarstöð. Já, það er alveg enda. Er það eitthvað sem þú mættir skoða? Rosalega frumlegt áramótaheitt. Já, nú ætla ég að byrja í ræktir. Ég er að segja það er algengustu. Já, ég veit að maður. Hvað? Ert þú í einhverja líkamsræktarstöð, Pétur? Nei, ég er ekki í líkamsræktarstöð. Hvað, ég er ekkert að skjóta þig, sko? Nei, ég veit það, sko. Ég er bara að tala við þig. Þetta er eitthvað sem þú hugsaðir? Er ég á villigutum? Ég er að reyna að vera töff, sko. Já, ég fíla það. Þú ert alltaf svolítið töff. En hérna, er þetta eitthvað sem þú hugsaðir á 9 ári að byrja í líkamsrækt? Nei, ég held að ég sé nú ekkert að íþyngja neinu með því, sko. Varst þú ekki komin í eitthvað kung fu daginn? Nei, jú, ég fór reyndar í hérna... Hvað heitir þetta? Ekki kung fu, heldur ég hérna... Taibo eða eitthvað? Nei, Taibo? Já, hvað varst þið byrjað að ræða? Hvað er það? Hvað er það? Ég er í Taibo. Já, það var eitthvað svona... Það var rosa vinsælt, maður. Eru kallinni komin í Taibo? Þú varst í einhverju svona kung fu dæmið, þegar ekki? Nei, ég fór í Combat í Ármúla. Combat, já. Já, og það er ekkit endilega, þú veist, stöðin heitir Combat. Ég myndi borga pening fyrir að sjá það, ef það er. Það var bara margt verra og kjánalega heldur en það, sko. Já, varst það að berja eitthvað? Nei, þetta var nú bara svipað og er verið að gera í þessum bootcamp og þessu dóti, sko. Já, ok, er þetta þannig? Já, þetta er svona að vera að vinna með eigin líkamsþyngd svolítið mikið og svona. Skilur, og þetta ketilbjölludót, það er stórhættulegt, sko. Já, ok. En ég minna fyrir þá sem að kunni ekki að fara með þér, sko. Já. En ég er alveg gaman að þessu, en ég tók mér pásu í þessu. Ok. Herru, þá er það næsta áramótaheiti, það er að hætta að reykja. Já. Er þetta eitthvað sem að þú þarft að skoða? Nei, ég þarf ekkert að bæli því, ég er búinn að því. Já, þú ert hættur að reykja? Já. Löngu síðan. Hvað er langt síðan? Það er að vera þetta í árugla. Er það málið það? Já. Nú, já, þannig að þú ert ekki hættur að reykja. Þú veist, hef aldrei reykt neitt á neinu viti maður. Og vindil á gamla skvöld. Ég feg mér ekkert að ringa en vindil núna. Nei, ég fekk gefinn svindil sem ég reykti ekki. Nei, en það varstu alls slappur. Hvar er hann? Það veit ég ekki, varstu að spyrja með því. Herru, svo er það hérna að þéna meiri pening. Já. Þetta er eitthvað sem þú er hugsaðir, að þéna meiri pening á árinu. Já, ég var alveg til í það. Já. Og þá er ég að tala um svona serious money. Já, ok. Þú veist, þannig að maður geti keypt sér bara Aston Martin. Já, rólegur. Og Marmarahöllu með sundlaug og svona. Já, kannski. Er það til of mikil sætlast? Ef þú verður forseti, þá sleipur það. Já. Ætli sé sundlaug á Bessatu? Já, þetta er sundlega það, maður. Kallinn geti svamla í lauginni, ég verð bara í lauginni ef kemur eitthvað síndal á kallinn. Þú væri þetta mjög flottur á Bessastöðum, Jón Gnarr sem borgarstjóri og þú sem forseti. Já, ég held að það liggi bara beint við. Herðu, læra nýtt tungumál. Já. Er það eitthvað sem þú eru áhuga að gera? Er það á listanum yfir svona vinsælustu áramótaheiti? Já, sem er reyndar alveg skelfilega daburt. Ég er reyndar oft sagt að ég væri alveg til að læra spænsku. Já. Hola, amigo. Já, hola, amigo. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Það er oft maður er ellendi, sko, og það er menn sem að tala... María. Og það eru menn sem tala bara spænsku. Það væri oft þægilegt að kunna þetta. Já, væri þægilegt, það er rétt í verð. Dönsku og spænsku. Nei, dönsku dreftir mikið. Herðu, þá er það síðasta, það er að eyða minni tíma án internetinu. Já. Það er eitthvað sem þú ert að taka þér. Nei. Ég þarf ekki að strengja það. Þú ert ekki mikið á netinu? Ég er mjög lítið á netinu. Já, þetta er kannski eitthvað sem ég þurft að taka meira til mín. Já. Minn á netinu. Það er bara mannskemmandi að vera á mikið á netinu. Já. Bara fíflagangur. En það er talað hérna í þessari könnun að konur eru mun líklegri til þess að strengja áramótaheiti heldur en karlmenn. Já. Og líka mun líklegri til þess að... standa við þau? Nei. Nú? Akkurat öfugt. Akkurat öfugt? Já. Þannig að konur eru líklegri til að strengja heit en þær eru að samanskapi líklegri til að svíkja þau. Já. Þetta eru sláandi tölur. Ha? Hvem þú? Ert þú búinn að strengja þér áramótaheit? Nei, ekki neitt. Það klúðrast alltaf. Ég er þetta með smá heiti gangi núna, náttúrulega janúarblöð. Ég ætla ekki að snerta bjór í janúar. Janúarblöð?
Það er búið að vera síðustu 2 ár. Eða náttúrulega ekki snart að bjór en allt hitt. Nei, bara ekkert áfengi. Í janúar? Já, ekki í janúar. Það er svona 1 ára. Það er slæmt fyrir þig maður. Það endist bara í janúar, sko. Já. Já, það er vel að spara þess kannski líka. Herðu, hér rétt handað á hornið þá ætlum við að heyra í, pirruðu manni sem er leikinn af Pétur Jóni Sigfússyni að láta bankana á Íslandi heyra. Virka mótna klukkan 7. Viltu hafa áhrif á íslenska listan? Skráðu þig í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsælustu lögum landsins. Íslenski listin er í beinni útsendingu alla laugardaga klukkan 4. Kynnar listans eru Brynjar Már og Erna Hrönn. Íslenski listin á FM 957. Skoðaðu listaninn á fm957.is. 3.600 milljónir króna og allar jafn skemmtilegar. Víkingalottó alltaf á miðvikudögum. Janúar tilboð í 10.11. Við fögnum 9 ári með frábærum tilboðum. 10.11. Alltaf opið. Langar þig í bananasplitt? Ísbúðin, Háletisbraut. Ég er Ritzo-sveitin, gleðilega jólapitsu. Hátíðarpilla Ritzo með 3 áleggstegundum að eigin vali og 2 litra Pepsi á aðeins 1790 krónur. Hringdu núna í jólanúmerið 577 7000 því eldbakkað er einfaldlega jólalegra. Kynntu þér tilboðin fyrir N1 kortafa á n1.is í dag. Sala gull- og silfurtilboða er í fullum gangi á n1.is og svo finnurðu N1 tilboðin í verslunum og þjónustustöðum all land. Nýttu tækifærið og margfaldaðu virði N1 punktanaðina. N1, meira í leiðinni. Kalli Bensen er mættur á Stöðu 2. Útlitið og sjálfstraustið. Í nýju ljósi með Kalla Bensen. Fyrsti þáttur í kvöld klukkan 20:30. Fáður áskrifti síma 512-5100 eða inn á stöðu2.is. Stöðu 2. Skemmtilegri. Það er Merritt sem færir þér Kalla Bensen í nýju ljósi á Stöðu 2. FM 95 Blö er í boði. Á hverjum degi til jóla fær einn heppinn viðskiptavinur Kredía-láni sitt fellt niður. 1 SMS í 1919. Kredía. Lakkeról stöðættir úr körulunum. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Ricky Martin með lagið Earthquake. Það er búin að spila Ricky Martin fyrir þig, Pétur. Er þetta Ricky Martin? Þetta, já. Frábært lag með honum. Þetta er nýjasta lagið hans. Virkilega skemmtilegt lag. Já, það er nefnilega algengur miskilningur að Ricky Martin sé eitthvað útbrunnin. Já, akkur eftir hann eitthvað útbrunnin. Hann er alveg með þetta. Hann sýnir það í þessu lagi að kallinn er ekki döður úr öllum aðeim. Það er hárrétt. Herðu, það steytist í gestáttarins Eiður Smára Guðjónsson, en við Pétur erum búin að ræða hérna síðan við mættum forsetaframboð. Það er mikið rætt. Það er ekkert mikið að vera á Íslandi núna. Nei, það er voða. Það er svona nýtt ár og, veist, minna stærsta fréttin á df.is var að Hildulíf var ánað með skaupið. Já. Já, það er alltaf gott að vita. Já, sjálfstæðismenn eru sárir yfir skaupinu. Já, Hildulíf segist að hafa skemmt sig vel yfir skaupinu. Já, hún segist að hafa skemmt sig vel yfir því. Já, pappina fannst stúlkan sem lék hana nauðlíkinni. Já. Er það jákvæmt? Já. Ef að pappiðin Er það ekki bara? Hún er nú bara svolítið lík þér. Já, ég meina, sko, það er yfirleitt þannig með svona skaupið, sko, að fólk er alltaf að reyna að átta sig á, býtu, hver á þetta að vera? Já. Og það er mjög gott ef hún nærð því að fólk átta sig strax. Já, ég veit hver þetta er. Og hann nær honum vel. Og eitthvað svona. Já, hún er alveg, þetta er mjög gott. En hún bjóst líka alveg við því að vera í skaupinu því að hún var búin að setja svo stóran svip sinn á árið 2011 sá hún. Já. Þá er hún örgulega að ræða þetta VIP-partíð þarna. Já, það setti náttúrulega stóran svip á árið. Já, sem segir meira Ísland en margt annað. Já, var þetta ekki vinsalasta fréttin á? Já, hún var ein af þeim. Hún var ein af þeim, hún var alls ofalega. Já. Þannig að, Þekkist þið Hildulíf eitthvað, Pétur? Nei, við þekkjumst ekki neitt, sko. Ég bara séð það sama á allir hinni, sko. Ég hef bara séð hana í sjónvarpinu. Já. Og
Og lítið annað hana að segja, sko. Ok. Ég verð að viðurkenna það. Já, allt til að. Akkur ertu með þetta glott á þér? Ég er ekki með neitt glott, ég er bara að spyrja hvort það ekki hana. En herðu, já, við vorum að ræða hérna áðan forsetaframboð Péturs Jóhanns Sigfússonar. Þú ert að spá að bjóða þig fram sem forsetið, ekki? Jú, ég var mikið að spá í það. Já, þú stenst alla kröfu, þú ert orðin 35 ára. Já. Ertu nokkuð að sakaskráða? Ég held ekki. Nei, ok, heldur ekki, þú lítur að vita það, Drengur. Hvernig á maður að vita það? Ég veit ekki, en fyrst þú heldur ekki þá... Nei, ég er líklega ekki á henni, sko. Nei, menn, eru handtekinn eða? Nei. Svo það, við þurfum hins vegar að safna líka atkvæðum, eins og það. Já. Þú ert að fá frá öllum kjördæmum, en ég var að biðja hlustendur að hringja núna inn í 511-0957. Já. Því að við ætlum svona að, spurja hlustendur FM 95 blöð, þeim líst best á sem næsta forsetið Íslands, þá erum við ekki að tala um þig, heldur svona, hver er þinn samkennisaðili? Og ef ég má spurja þig núna, Pétur, hvern myndir þú vilja sjá sem forsetið Íslands? Annan en sjálfa mig. Annan en sjálfa þig og annan en Ólafur Ragnar, ef hann finnst hann ekki að fara að gefa kost á sig lengur? Já, ég veit það ekki, sko. Hverjir eru í boði þarna? Það er eitthvað að tala um að Davíð Oddsson sé að spá að bjóða sig fram og Jón og svo er það oft einhverjir læknar og eitthvað svona dæmi, sko. Já, en Jón Baldvin? Jón Baldvin? Er hann ekkert þarna? Myndirðu vilja sjá hann? Nú gaman að sjá hann, maður. Hörðu, já, við skulum aðtöga hvað hlustendur finnst. Maður sjá, FM 95 blöð, góðan daginn. Halló? Já, halló. Jú, Davíð. Hvað segirðu? Góðan daginn. Góðan blessaði, hvernig hefur það í dag? Ég er bara nokkuð góður. Já, hvað heitir þú? Ég heiti Matthías. Matthías, hvað son ertu? Ég er Ragnarsson. Matthías Ragnarsson. Hvern myndir þú vilja sjá sem næsta forsetið Íslands? Mér er nálega komið tíma á Megas. Á Megas, já? Megas hefur aldrei verið nefndur í þessu sambandi. Nei. Hann er svo flottur kallinn, sko. Já. Það bara geti verið mjög gaman að hafa hann sem forseta. Já. Maður hefur heitt verið hugmyndir. Já, en af hverju myndur þú vilja að fá hann sem forseta? Hann er svo flottur, sko. Já, bara því að hann er flott. Bara því hann er flottur. Já, hann er svona, hann væri svolítið flott að vera með hann að gæða sem, sko, forseti Íslands. Já. Ok. Já, bara, þú ert ekkert að flækja þetta, Matthías. Nei, ég nenni því ekki. Nei. Það var Megas komin á blaði. Herru, takk fyrir þetta, Önur. Ekki máli. Ok, herru, við erum að spyrja hlustendur hvernig vil ég fá sem næsta forseti Íslands, góðan daginn? Já, góðan daginn. Herru, svona til að byrja með, þá veist mér alveg óþarf að vera að skipta forseta. Já, ok. Já, þú bara vilt hafa Óla Ragnar áfram. Ég meni, við þurfum hvað sem er að fara að borga hann laun þá hann hætti. Já, reyndar, það er góða punktur. Af hverju að vera að auka, útgjöld ríkisins með svona? Það er góð spurning. Það er ekki eins og að sé að fá 200 kallar mánuði, sko. En býttu, fær hann laun, sömu laun? Já, hann fær bullandi fórsetaleik. Hann heldur áfram á launum, fórseta. Það sem eftir er? Já, laun, þetta er hann degir. Ég vil sé bara þangu til. Nei. Já, þú veist, dýtlið það, maður. Það er svaðalug. Það er enda að segja, og ef þú hugsa það, Pétur, þá er ekki til dæmis, myndur þú annars að Vigdísi Finnbogadóttir vera afgreiða núna á Ólís eða eitthvað, skilur þú? Þetta fólk það náttúrulega halda sínu standard. Já, þannig að hún er líka bara á launum. Bóttið. Blúsandi, þetta er bara, maður hefur bara gott ef maður er búin að vera einu sinni fórseta. Já, Vigdís að það skilið. Til að byrja með þá þarf ekki að gera neitt í embætti og svo þarf ekki að gera neitt restina lífinu. Já. Þetta er góð vinna. En hvernig, ef hann yrði nú að fara, kallinn? Já, svona á þeim sem svona hafa verið nefndir, þá held ég að svona Jón Baldvin sem er svona helsti... Jón Baldvin? Já, þú er sammála Pétur þar. Já, hann er svona þekkir hann gera svolítið og búinn að vera í pólitík náttúrulega allar sína tíð. Já, mega töffari. Já, hann er með þetta. Hann er líka með góða frú með sér, Bryndís Kristján. Já, hann gæti haldið gott tepp og bestastöðum og svona. Já, glæsilegt. Takk fyrir þetta, Önur. Takk fyrir. Ógunur. Herðu, þá við erum að spyrja hérna hlustendur hver finnst ykkur að vera næsti forseti Íslands og hvað finnst þér, hlustandi góður? Hæ. Herðu, ég ætlaði nú ekkert að tjá mig kannski beint um það, en ég heldur bara að láta ykkur vita að Ólafur, hann fær nú bara laun 6 mánuði. Hann fær bara laun í 6 mánuði? Takk fyrir það. Hvaða vitlýsingu var að hringja hérna utan? Það er búið að breyta þessu, sko. Það var verið að breyta þessu? Já, nokkur ár held ég. Já. Það er svona ekki mjög mörg en samt. Þannig að hann þarf þá að finna sér aðra vinnu eftir 6 mánuði? Ó, yes. Þetta er bara 6 mánuði uppsagnarfrestur, þetta er bara eins og í öðrum minnum. Já, þetta er bara svipað. En myndir ekki, þú ert ekki minnin að skoðun á hvern þú myndir vilja sjá sem forseta? Bara Eddu Björgvins. Eddu Björgvins, já. Edda Björgvins. Af hverju hana? Nei, hún er búin að vera að gera fullt af góðan hlutum. Já. Þetta er líka stór, maður fær allt svona móðutilfingunni í kringum Eddu Björgvins. Hún er frábær. Já, ég hugsa að hann væri bara góður forseti. Herðu, ok. Herðu, takk fyrir þetta. Já, bæ. Ok, herðu, hann fær ekki laun nema 6 mánuði eftir þetta. Já. Ok, herri, ég ætla að taka eitt hlustenda viðbóta því að svo langar með að fara að spila þegar brjálaði maður ringir í bankana. En hvort hefur að trúa konunni sem að sagði þetta að vera 6 mánuður? Konun, þú treystir alltaf konun betur en kallmenn. Já, FN9 fyrir blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Herðu, ég veit fá okkur yngri en 35 ára inn í þetta. Yngri? En má það? Það má ekki.
Já, ég held að við þurfum að breyta þessu reglum, sko. Þetta eru allt svo gamli kattar, þeir vita ekki hvað... Myndir ekki vilja sjá Pétur Jóhann hana? Pétur Jóhann var flottur hana. Ég náttúrulega eldri en 35 ára. Hann svo ung sál, sko. Já. Ég ung sál, það rétt hjá þér. Það hár rétt hjá þér. Herðu, en segðu mér hana, þú veist, kona, vilja menn konu, hvað... Erum við ekki búið með þann kvota? Ég veit ekki. Nei, ég var alveg til að aðra konu. Já. Aðra konu? Já. Hvað konu viljið þið þá? Mér finnst þetta Björgvins góð hugmynd. Já. En mér langar reynda mest að Pétur Jóhann Sigfússon verði fórseti, því að þá minn ég hanga hjá allan daginn. Selma Björns? Selma Björns. Gæti verið gaman að þín. Já, áláttaflokk á Bessastöðum. Já, ekki vitlaus hugmynd. Selmu Björns á Bessastöðin. Herru, takk fyrir þetta, vinnur. Já. Ok. Þú kemur vinnu minn. Herru, veistu það, ef ég var alveg hreinskilinn, Pétur. Já. Ég hef bara fattað núna að mér eiginlega bara drullu sama. Er það? Já. Af hverju er þið sama? Af því að þetta ekkert eitthvað, það engin betri kostur en einhver annar. Það bara þannig, ég fann það bara að vera að tala á hlustundur. Þú veist, ég myndi alveg treysta Jón Baldvin, ég myndi alveg treysta Eddu Björgvins. En þú styrir ekki sama? Nei, mér ekkert sama, en... Þú vilja fá bara Jón Ásgeir? Af hverju ekki? Já. Nei, bara ég að segja, þú veist, þetta fórseti Íslands og að standa sællir vel sem eru kosnir, það bara... Ég get ekki setið undir þessu, sko. Nei. Hvaða lag var þetta? Akkur setur ekki bara Ricky Martin? Sko, ég veit ekki, jú, þetta lag heitir Blackout með Breathe Carolina. Já, sko, fólkið úti sem er að keyra núna og svona, rúnda og vesenast í þinn daglega lífi, það vil heyra Ricky Martin. Nei, ég held ekki. Tekkaðu bara á því, fyndu upp, prófaðu bara að fletta upp einhverju lagi. Sláðu bara inn Ricky Martin. Ég lofa þér að það kemur fólk í stuð. Ég lofa þér, ég spila Ricky Martin eftir, en byrja núna á að del. He's the one I'm leaving you for. Já, þetta söngkonan Adele með lagið Rumor Has It. En herðu, það komið að dagskráliðinu sem við köllum pirraði bankagaurinn. Já, það allir búinir að fá sér fullsatt að þessu. Já, það enga breytingar og það ekkert að gerast. Ekkert að gerast einhvern veginn. Nei. Komið nýtt ár og það ekkert að gerast, enga breytingar. Og við erum með karakter sem að þú hefur þróað, sem að ég vildi bara fá fólk til þess að taka þetta allt og tróða það bara í raskatið að sér. Já, og rúmlega það. Já, brjálaði ykkur. Já, og hann bara svona, kemur sér beint að efninu, sko. Já, núna. Hann grimmur núna. Já. Og við, Pétur Jón, við hringdum fyrr í dag í, 4 bankalandsins, eða svona 4 stærstu. Já, ég geti tróð að þetta sem svona símtul, svona ansi margir verður til í að bara hringja, sko. Já, þú ert eiginlega að gera þetta fyrir þjóðina, þegar ekki? Í rauninni. Já. Jú. Við skulum heyra vel pirraðan einstakling hringja í bankalandsins og láta það heyra. FM 95 blöð svara kallinu. Já, FM 95 blöð svara kallinu og við ætlum að byrja á Glitni og Byr. Við skulum heyra þetta. Því miður eru allir ráðgjafar okkur. Þjónustuverð, hvernig get ég aðstofa þig? Þetta nú meira anskotans svínaríi. Það alveg sama hvað drepið nú. Svínarí og sukk allan daginn. Alveg sama við hvern á ég að tala. Við hvern varst að tala? Við hvern á ég að tala við þig. Já. Já, það er alltaf sama sag. Það er alveg sama hvar maður dreipur niður. Svo eru þið með auglýsingar sem að mýða allar að því að ekki allt í lagi stendur upp úr árinu, þetta er alltaf sama sviki. Anskotans vitlis. Til orðið yfir þetta. Hvað get ég aðstofa með? Ég var tekið allt þetta drast og tróði þessu upp í raskat hjá þér. Allt saman. Bankan, pappírana, allt saman. Upp í raskatjóðum. Þessi var klikkað. Jæja, brömbubíl. Ég finn bara brömbubíluna hingað. Við erum í orðið rétt fyrir skrýpaleikin. Fyrir hvað dag? Mikið svakalegri orðið leiður á þessi skrýpaleik ykkar. Hvað meinar þið? Hvað meina ég? Þú lítur að vita hvað ég er að tala um, það er alveg sama hvar. Halló. Hvern maður tala, það er alltaf sama endalísa þvælan. Halló, róaði niður og ég bara er að byrja að svara þér. Ég er að hlusta. Ég er að segja það við, það er alveg sama við hvern maður tala, það er alltaf sama þvælan.
þvæla ofan á þvælu og prumpuvíla. Heyrðu skam mín. Já. Hver maðurinn? Það skiptir engum máli, það sífellt verið að auglýsa það að bankarnir séu búinir að gera svo. Þetta hringinn. Ég að fá sambandi við þig. Ég að tala bara við þig og bankan. Veitu, ég þarf að skilja út á hvað þetta gengur þetta símtal. Já, þetta gengur út á það, allir rótnir hundleiðir á því að það sé sífellt verið að merksjúga allan daginn og það breytist ekki. Skiptir veginn bankar saman að það skiptir engum máli. En hvað er máli svo ég geti aðstofa þig? Tróðið svo öllu saman bíraskatti á þér. Öllu saman. Er það fór útrás á mér? Öllu saman. Er það fór útrás á mér, skan? Ég væg bara útrás fyrir hvað sem er. En get ég aðstofa þig? Ekki nema þó með þetta. Með hvað? Má ég hlusta hvað það er sem þú veist? Þeim ég var að segja við þig. Veitu, ég þarf að heyra fyrst í þér. Þú talar svo rætt og argar. Þannig ég skil bara ekki hvað þú tala um. Já, hvað er þetta að byrja um? Halló? Já, ég búinn að segja við því. Nei, ég heyrði ekki hvað þú sagði. Ég sagði þér að taka þetta allt saman og tróða í það sem að sólinn skín ekki. Og hvað ég á að tróða sem það sem að sólinn skín ekki? Viltu ekki bara byrja byrjunni? Bankanum og öllu saman. Hvað er þetta að byrja um? Þessum banka og öðrum bankum, öllu saman. Reikningum, starfsfólki, öllu saman. Auglýsingunum og hvað það heitir. Fyrir hvað þetta hringja inn? Þetta bara uppspunni og prumpvíla. Þvæla bara, þvæla. Þið vinnur? Já. Vantar þér aðstoð hér við einhver viðskipti sem þú átt með? Nei. Þá hef ég bara ekki til að tala ef það er bara eitthvað svona munnsöfnur á þér. Ég bara veit ekki hvað þú tala um. Nei. Enda ekki annað við öðru að búast. Byrju, út af hvað gengur símtali hjá okkur? Já, þú að dæma það sjálf. Já, ég verð að fá að vita hvað það byrja um. Allir með allt upp og niður sig þarna. Þetta byrja um þjónustufulltrúa, hvað þetta byrja um? Ég bara að segja það við þig, berum orðum. Það sem allir að hugsa. Hvað allir að hugsa? Þetta sökk og svínari. Sökk og svínari sem að upphafa í maður. Hvenær á að laga? Nú komið nýtt ár. Við hvern á ég að tala þá? Aðeins að róa þig og ringja aftur og vita hvað þú tala um. Við hvern ætti ég þá að tala? Heyrðu. Við hvern? Ég þarf fyrst og fremst að fá að vita hvað þú ert að byrja um. Er einhver annar sem getur svarað því? Og hvað okkar gengur. Er einhver annar sem getur svarað því? Já, þá þarf ég að vita hvað þú ert að byrja um, vinnur. Það er bara málið. Já. Til að ég ringi síðan. Gjörðu svo vel. Já. Gleðilt ár. Leiðis. Takk. Þetta er bara, ég er ánægð með þessa konur maður. Þú vilt eiga þetta sér. Þau vílíku snillingum maður. Já. Hún bara, hún léti ekki komast upp með neitt. Og endaði bara að óskaði gleðilegst átt. Þetta við verðum að gefa byr það maður. Já. Þetta var vel gert. Vel gert. Já, þetta var fagmennska hjá byr. Hún róaði þið bara niður, Pétur, og léti eiginlega bara heyra það. Já, ég átti ekki svara við þessu. Nei, en þessi brjálaði einstaklingur sem er brjálaður út í banka landsins, hann ringir í Arion banka og Landsbankan hérna eftir eitt svona hugljúft og rólegt lag með Lönu til Rey. Ricky Martin. Já, þetta er Ricky. Já, þeir eru að hlusta hérna, kom eitthvað hljóð þarna. Þeir eru að hlusta á FM 95 Blö og FM 957. Pétur Jóhann Sigfússon hérna með mér í stúdíóinu. Hress að vanda. Hress að vanda, ekkert annað er bóðið miðvikudaginn 4. janúar og það er allt. Hvað hljóð er þetta? Svona, ég veit það ekki. Það er rosa háaðið hérna í þessu hjá mér. Nei, hjá þér, ok, en ég er eitthvað svona. En núna? Hvað segirðu? En núna? Nei, það kemur. Það er eitthvað í gangi hérna. Ef það er einhver frammi sem að heyrir í okkur. Og þetta er búin að vera með hennan útastátt í marga mánuði. Tvo Hvernig ósköpunum að ég veit okkur þetta hljóður að koma? Ég get ekki lækka neitt núna enn. Svona? Ekkert mál. Ekkert er að hafa ágjur þessu. Þetta skiptir ykkur málum. Færðu mækin alltaf frá eða eitthvað? Færa mækin? Nei, veitu hvað? Þetta heyrist bara í stólnum. Stólnum? Heyrðu þetta? Já. Ég kem næ. Já. Slepptu headphone-um aðeins. Já. Talaðu núna. Er þetta í lagi núna? Já. Já, það var mikið maður. Þetta er nú meiri. Þetta í headphone-um. Já, ég er aldrei veit á neðis, það vælir allt í hausnum á manni. Ég hef aldrei séð ég að prætta hann bara. Ég var skýrt prættu við þetta maður. Hvað var að gerast? Ég fannst þess að ég væri að fá rafloss. Já, þetta er líka svo ógeðslega óþægilegt hljóð. Ég meina, heyrist þetta samt ekki í viðtækjunum hjá fólki? Nei, veitu hvað? Þetta hendur svo þarna frá, Pétur. Þetta er hérna, auðvitað. Þetta er hérna langt í burtu. Já, hendur svo lengra. Ég veit ekki, hvað gerum við?
Ég slekka á sig hérna. Já, svona. Þarna kom tæknitrölli Auðun Blöndal. Tæknitrölli Auðun Blöndal búinn að slökkva á headphone-unum hans Péturs Jóhanns. En herðu, áður við fórum í lagi hérna með Lana Del Rey Video Games, þá vorum við að spila hérna brjálaðan einstakling sem var að hringja í bankalandsins. Já. Hann var búinn að hringja í Glitni og búinn að hringja í Byr og láta það heyra það. Já. Og við ætlum að heyra núna þegar hann hringdi í Arionbanka og Landsbankan. Og það var nú einn þarna sem áttaði sig nú bara á því hvað var að gerast. Við skulum heyra þetta. You know, you fuck no more. You fuck with me no more. Meta Peter Johan for president. I like Meta Peter Johan. Almenna bankaþjónustu, veldu 2. Ok. Arionbanki steini, get ég aðstoð? Þetta nú meira helvíti sukki og svinari alltaf þarna í þessum banka. Já. Get ég aðstofa þig eitthvað? Ég skil bara ekki hvernig ég geti vaknað á morgnana. Maður horfir á sjónvarpið og það sífellt eitthvað verið að státa sig að því hvað þeir eru búin að gera það gott á árinu og þetta alltaf sama sviki og svinarið. Þessar auglýsingar miða allar að því. Það sem þeir eru að reykja ykkur að því hvað þeir eru búin að standa ykkur vel og svo er þetta bara svik og svinari. Já, það er... Bara tróðið þessu öllu saman upp í raskatið á þeir. Já. Öllu saman. Eitthvað meira sem ég get gert fyrir þig? Já, öllu bara! Bankanum og öllu saman! Tróða þessu bara í vínaskatti á þér! Fyrstu búinn. Er þetta ekki ljó? Nei. Jú, þetta er ljó. Þetta er ríkalegt. Við skulum ekki gera þetta. Já, ykkur. Það var þið manna að fýbla allan daginn. Nú, hvað er þetta að tala um? Þú lítur að vita það. Velkomin í Landsbankan. Welcome to Landsbankin. Please hold for a service advisor. Athugaðu að símtalið er hljóðritað. Landsbankin steinun, get ég aðstofa? Það er mikið hjá ykkur fætt að svara. Það er maður kannski að trufla enn eitt partí. Nei. Það sem að þið gerir, djamma og djúsa allan daginn. Það er nú ekki alveg rétt. Nú? Og annars sýnist manni. Ég er nú bara að svara símanum í allan dag. Hæ? Ég er nú bara búin að vera að svara símanum í allan dag. Nú, ég ætlir þetta baðandi í kampa minni og drekkandi og djúsandi og allir með öllum. Nei. Nú manni sýnist það. Og þólum að þinn alveg. Hvað segir þú? Það er greinilega eitthvað missið hjá þér. Missið? Ég veit nú alveg hvað ég sé. Ég nú sagði það. Alveg búin að hafa mig fullsatan að öllu þessu. Öllu. Já, hann getur samt eitthvað aðstofa þig. Ég veit ekki hvernig á ég að tala. Það breytist ekki neitt. Alltaf sama. Ár eftir ár, nýtt ár komið, allt eins, skiptum eigið úr saminna banka, allt eins. Allt. Ekki neitt. Það er bara djúsað, daginn út og daginn inn, það er nægur tími til þess allan daginn. Kannski hjá okkur öðrum en mér, ég veit ekki. Er þú kannski full? Nei, en er ég í beinni eða? Nei, þetta er ekki. Nei, ekki beinni samt. Nei, ok. Þetta er ekki alveg náttúrulega samfærandi númer, sko. Takk fyrir að taka þátt í þessu skemmtilega leikinu okkur. Já, það var lítið. Það eru síðasti bankinn á okkur, maður. Já. Takk fyrir að taka þátt í þessu skemmtilega leik. Já, ég vona bara að ég fá okkur vel. Já. Það var ekkert. Það er ok, vikuna. Já, hún fattaði þetta þannig í lokin. Sá í gegnum þetta plott. Já, hún þekkti röddina hennar, enda ung stúlka, heyrðu maður. Já. En þá erum við búin að væntanlega svala hérna Þorsta. Já, frá mörgum hérna. Það er eina sem við getum gert, við erum bara að svala Þorsta. Veist það, reynda því ég var að hlusta á þetta, þá sá ég fyrir mér að þú væri mjög svona, karakterin sem þú vært að leika, er mjög aktífur að láta heyra í sér inn á df.is, kommentakerfinu og svona. Já, svona bloggari. Já, svona einn alveg brjálaður út í bankana. Já, og löngu komið leið á þessu. Löngu búin að fá sér fullsatan að þessu bull. Og þessu sukki og svinnari. Við biðum alla banka landsins afsökunar á þessu og... Maður fær ekki yfirdrátt úr þessu, heldur. Það getur gleymt tíma. Herðu, fáum stjórnar auglýsingar og vonandi er eitthvað góða bankaauglýsingar annað. FM 957 og Dale Carnegie. Á hverjum degi heyrið þú að fólki sem skarar fram úr í viðskiptalífinu, íþróttum, fjölmiðlum og sviði menningar og lista. Margt af þessu fólki hefur sótt þjálfun Dale Carnegie. Vilt þú vinna þér frýtt námskeið hjá Dale Carnegie á Íslandi að verðmæti 150.000 krónur eða iPad spjaldtölvu? Farðu þá inn á Facebook síðu FM 957 og kynntu þér málið og skráðu þig á kynningarfund Dale Carnegie. Upplifðu Dale Carnegie á 60 mínútum, ókeypis og án skuldbindinga. FM 957 og Dale Carnegie.
Jæja, nú tek ég strákan í vinnunni og salta þá í hlaupum sumarsins svo ekki verra þegar ég verð fyrri til að ná 100 arbegjum. Bootcamp leysir öll þessi vandamál og gott betur. Byrjaðu árið af krafti og náðu öllum þínum markmiðum. Bootcamp.is 16 bátum mánaðarins og kók á 790. Hlöllabátar. Skiptibókamarkaðurinn komin á fullt í A4. A4 Smáratorgi. Skólavörubúðin þín. Það magnaður miðvikudagur og þá 50% afsláttur af öllu leigðu efni í sjónvarpi Símans. Smelt á vodtakkan á fjarstýringunni og veldu einhver af þeim 4000 titlum sem í boði eru. Magnaðir miðvikudagar með Símanum. Kalli Benson mættur á Stöð 2. Útlitið og sjálfstraustið. Í nýju ljósi með Kalla Benson. Fyrsti þáttur í kvöld klukkan 20:30. Fáður áskrifti síma 512-5100 eða inn á stöð2.is. Stöð 2. Skemmtilegri. Það Merritt sem færir þér Kalla Benson í nýju ljósi á Stöð 2. FM 95 Blö í boði. Við hjálpum þér að brúa bílið jólin. 1 SMS í 1919. FM 957 og þetta var hinn ólétta Beyoncé Knowles. Já, það vitlis í mér auðvun. Vitlis í þér með hvað? Þetta vitlis í mér, en ertu að spila svona frekar róleg lög? Nei, þetta bara núna sem hérna inn á listanum, sko. Já, þannig að þú ert ekkert eitthvað svona að handvelja þetta. Nei, ég ekkert eitthvað að róa mannskapinn. Nei, þú veist að því þetta lag sem við vorum að hlusta á með Benzo Knowles. Beyoncé. Já. Þetta rólegt lag. Já, svo spiluðum við Adele á hann. Já, reyndar. Það var alveg bara, ég sopnaði næstu, sko. Og Lana Del Rey, videogames þetta mjög rólegt líka. Já, svaðalega rólegt. Hvenær ætlar að spila Ricky Martin til að keyra upp stuðina? Ég þetta með lag næst sem að keyra alveg upp stuði, ég skal lofa því. Já, það Ricky Martin? Já, eða nei? Nei, það ekki Ricky Martin. Nei, ég lofa þér að spila Ricky Martin. Viltu ekki geima hann aðeins? Ok. Fá smá Ricky og eftir eigan inn. Rúsínan í pilsinu þetta. Já, það ekki. Það gott fólk að komið með Ricky Martin. Já, það reyndar styttist í Eiður Smára Guðjónsson, gestur þáttarins, hann var að klára hjá sjúkraþjálfara og á leiðinni. Já. Og ég kom með fullt af skemmtilegum spurningum á Twitter frá hlustöndum þáttarins, þannig að það verður gaman að spyrja hana því, á samt því bara að það ýmislegt sem við þurfum að ræða við, Barcelona hlunkin gamla. Já, heldur betur, eitt og annað sem að þarf að komast upp á yfirborðið í sambandi við hennar kall. Já, við þurfum að ræða hann. Fótbrotinn, sko. Hann fótbrotinn. Já, hann að jafna sig, við spyrjum nútið þá eftir. Hann stefnir nú að spila á þessu ári. Ó, já. 2012. Það er ekki þetta ár, Pétur. Ég veit ekki þetta. Hvað vitum við? Hver stjórnar því? Já, hann stefnir að því. Við ræðum það hérna við hann eftir. Þannig að þið hafið ennþá smá tíma til að fara inn á ÖTB á Twitter og skrifa hvað þið viljið spyrja Eiður Smára Guðjónsson að. Við ÖTB erum hérna með íslenskt vatn í plastmáli. Finnst það ekki gott, veit þið? Jó, það er rosalega. Íslenska vatnið kjaftaði. Já, það er ofta. Jón Ólafsson hitti naglan á höfuð. Hann bara að flytja út íslenskt vatn. En er það að gangi eitthvað hjá kallinum? Veit það ekki, ég veit það ekki. En þú veist, hann að hugsa fram í tímann, sko. Menn að tala um að olíus fyrsta framtíðarinnar verði Vasskóngar og Jón Ólafs kominn þangað. Akkur fyrir við ekki bara þennan bransa líka? Fítið þú að? Nei, menn getur maður ekki bara kveikt á krananum heima þessar og tekið bara gamla kókflöskur og miðan af og selja þetta bara. Að rífa bara miðan af kókflöskum og hella bara hérna vatnisölu maður, eða þú veist, hann ekki að því? Bara vera með þetta út á götu, bara svo selja límunaði. Já, ég veit ekki. En mér myndi ekki að kaupa það? Eigum við ekki öll vatnið, saman? Ekki á Íslandi samt. Sko, ég er að segja að þetta myndi aldrei ganga á Íslandi. Hann náttúrulega að flytja vatnið þar sem að vatnið ekki jafn gott. Það lítur áttu á því, Pétur. Hann ekki að selja fólki sem að færi svona vatni í kranunum heima á þessu. Þú talar alltaf við mig eins og ég sé 5 ára. Herru, þú varst með þetta, þú vildi ræða þetta. Þú vildi tala um þessa góða granna. Já, góða granna, ég ætlaði bara að spyrja hérna hvort þú vildi ræða að því að bara gera könnunin í Bandaríkjunum hvaða, sem sagt, what celebrities you would want to have as a neighbor hvaða fræga fólk myndi vilja hafa sem nágranna og þar voru þau nú í efsta sæti, það var aðalega íþróttamenn sem að tala og einhverju Tíbo og einhverju svona gaurar sem eru að keppa í ameríska fótboltanum en svo voru Angelina Jolie og Brad Pitt með 10% atkvæða og fleiri en ég fór svona að hugsa þú mætti velja hvern sem sem nágranna þinn, Pétur, hvern myndir þú velja? Egil Ólafs. Egil Ólafs? Já, það er enda mjög töff að vera með henni næst á sig. Elegant. Ég held að hann sé svona slakur og svona þægilegur viðuregnar. Já, maður er kannski að grilla og hann kíkir bara svona yfir á. Ég er að grilla. Hvern myndir ekki lega sem nágranna? Hvern ekki? Já. Þarna Ástþór.
Magnússon. Ástór Magnússon. Ég myndi ekki... ég þekki hann ekkert. Nei. Ég myndi ekki nenn að hafa hann sem grannamaður. Af hverju? Ég veit ekki, það eitthvað bóið við hann að gæða hann. Er þetta ekki fílasti gaur? Já, það eitthvað bóið við þetta. Eitthvað bóið við hann? Það bara eitthvað, ég veit ekki, þú veist... Er hann að bjóða sig fram til það? Já, ég get lofaði því. Hann mun gera það? Já, hann býður sig alltaf fram. Já, ok. Sem svolítið skemmtilegt að þetta illa ánu vegið. Þetta á 4 ára fresti sem Ástór Magnússon sirkusinn fer af stað. Það svolítið skemmtilegt. Dúkkar upp. Já, dúkkar upp. Nú veitum við að það styttist í þann sirkus. Mikið lakaði til. Hann verður einhvers stað með tómatsósu og sinneb og... Já, ég veit ekki. Tómutjónin á Östubæ. Ég væri til í að hafa Egil Ólafsson granna. Svo væri líka til í, hverju voru, þú veist, ef maður myndi taka íþróttamenn. Já, það var Óla Stefán hinn menn. Óla Stefán. Hann getur bullað endalust eitthvað svona, þú veist, liti og eitthvað. Nenni kannski ekki að hlusta það í þingunni. Svo er ég til í að bara hafa þig sem granna og kannski Sveppa bara. Já, það var enda mjög fínt. Sín hvora megin bara. Og í hvað það verið kósi að vera með þig og Sveppa sig hvora megin við mig. En ég held Mikið verið það gaman. Já, ef ég ætti að velja, mér finnst Egill Ólafsson mjög flott svar hjá þér. Já. Ég held að svona síst af öllum og þá myndi ég velja, það er ekki að því ég er að sitja og dansa mannesku, en ég held ég var ekki til að hafa Óla Geir þarna hinum megin, því ég hugsa að það sé mikið partí á þeim bæ. Já, DJ Óli Geir. Já, bara hann er kannski að koma heim eftir erfiðan vinnudag og hann hikar ekki að hendi í partí á þriðjudegi. Nennir nokkuð að lækka þetta, það er þriðjudagur og Hvað er það? Slækkaðu mann. Klukkan er frá 9. Þannig að ég hugsa að það er ekki að því ég hef neitt á móti þeim stráka, það er fínt strákur. En Heiðar Austmann? Heiðar Austmann, já, ég var alveg til í að Heiðar Austmann er samt svona hann ekki bölvuð subba úr Nei, Heiðar Austmann er ekki subba. Heiðar er annar gaur sem er virkilega indæll náungi og væri gaman að hafa hann sér við hlið en hann er svolítið vælukjói. Hver? Heiðar Austmann? Já, hann gæti verið svolítið svona típan bara, þú veist, auðvitað nennir að taka upp rusli sem að datt úr bílniðinum eða eitthvað svona. Já, ok, vegna þess að þegar við komum inn í stúdíu þá er alltaf allt í rúst hérna. Já, reyndar. Kaffibollar og kókumjólkufernur og samlokubréf. Étur hann svona mikið maður? Nei, þetta er ekkert alltaf, þetta er Heiðar held. Nú er þetta bara eftir alla strákana sem er að vinna. Er Svali kannski að tróða í sig bara rækjusamloku hérna á mótnana? Já, kemur ekki á orð. Svali er alltaf með bara rósbífsbref hérna. Það er annar granni sem væri fínt að hafa, Svala. Svali? Verður ekki mikið svalar en það? Nei, það verður ekkert svalar en Svali. Vildur ekki fá smá rock'n'roll í þetta? Þetta er frábært. Nú byrjum við að gera þessu upp stemminguna. Ríkki Martin var executive producer á þessu lagi. Það er oft búið að minnast á það við mig inn á Twitter og öðrum stöðum að ég spila þetta lag nánast ykkur einasta þætti og mér er bara alveg sama. Já. Mér finnst þetta flottasta lag í heimi í dag held ég. Já, þetta er svaðalega flott lag. Herru, talandi flott lög, þá ætlum við Pétur að fara inn í smá leik sem að gæti farið fyrir ofan garðan neðan. Ofan garðan neðan? Já. Nú? Svona, en við kunnum lagið ekki eins og sjálfur. Það sem við ætlum að gera er við ætlum að hringja núna á 2 staði í Bandaríkjunum, annars vegar inn á hótel sem heitir Hollywood Hotel. Þetta eru 2 númer hérna sem ég var með í gær og svo jafnvel einn á annað hótel sem heitir Comfort Inn. Já. Og við erum að syngja á íslensku. Já. Hvað sagður þú? Þannig að það er skellt á eða ekki? Comfort Inn. Já, er það ekki leikurinn? Jú. Og þú vildi taka hvaða lag? Lífið er yndislegt og sjáðu, það er rétt. Þetta er svona lag sem kemur manni alltaf í gottskap. Og núna með hækkandi sól, aðtöðu það. Það er janúar byrjaður. Þetta er bara... Ég er að hringja, hvor okkur á að byrja þegar það færi samband? Já, að sjálfsögðu, þú hefur Blöndal. Við erum byrjað. Þú stjórnar þættinum með. Það er nú eðlilegt að þú... Ég skal byrja, það er ekkert mál. Ok, en hvað er það með hækkandi sól? Þú veistu, janúar er byrjaður. Hann er eiginlega bara... Hann er stuttur. Ok, það ringir. Hollywood Hotel front desk. Lífið er yndislegt, sjáðu, það er rétt að byrja hér. Nú, herru. Lífið er yndislegt með þér, lífið er yndislegt, lífið er yndislegt. Farinn. Vá.
Þetta var bara hálf mínúta. Já, ég var í 23 sekundur, það ekki ansið góður árangur? Jú, ég myndi segja það. Ég held að þetta segir nú bara meira en margstuð mínar sönghæfileika. Nei, við erum þetta ógeðslega flott sungið það. Já? Æ, Pétur, þú ert náttúrulega svo mikill jámaður. Þið finnst alltaf allt flott og allt gott. Nei, alls ekki, maður. Það er ok. Þá ástað þú, ég ætla hringinu annað hótel, talaði við hlustendur á meðan. Já, kæru hlustendur, þeir eru með stilt á 95 blöð, það er Pétur Jóhann Sigfússon sem situr hérna með henni Blandal sem er náttúrulega stjórnandi þáttarins en ég er svona hliðarstjórnandi eða vængmaður eins og við segjum á góður í íslensku. Þú ert ekta wingman. Ég er ekta wingman, þetta eru þín orð, við segjum það og skrifum það, förum ekki mikið lengra með það. Klukkan er kortar yfir og styttist í veðurfréttir hér. Halló? Nei, hvað, skilst þá það? Já. Maður er okkur að tala eins og aftur. Þetta er eina sem er leiðalt við að hringja í beinni. Það er, veist, það tekur svo langa tíma að hringja til landvíkum. Ok? Tækni tröllið hér með okkur út í blöð og þetta er ekki mér að kenna. Nei, ég veit það. Ég var alls ekki að segja meina þetta til þín. Ok, nú fer að styttast í þetta. Nú, það hringir. It's a bílasala. Well, howdy, I'm Cal Worthington. Hey, thanks for calling Worthington Ford. Now, if you know your party's extension, you can dial it right now. Now, if you need the sales department, just press 0. For fleet sales and commercial vehicles, press 2. For internet sales, press 3. For service, press 4. For parts, press 5. For the general office, press 6. Hey, hvað er að frétta? 0, and our friendly operator will help you. Hey, thanks again, and we want to talk to you. We love you. Vá, hvað þetta var grillað maður. Hvert ringdur eiginlega? Þetta er Cal Worthington. Cal Worthington sem einhver símasala. Nei, þetta er bíls. Já. Pressingja. Worthington Fordland is speaking. Lífið er yndislegt, já sjáðu, það er rétt að byrja hér. Lífið er yndislegt, ég þér. Okay, the music is very nice. Can I go ahead and help you now? Sing this with me. Lífið er yndislegt með þér. I can't do that. I'm in a place of business at the moment. It's very easy. You just með þér. I understand. How can I help you? How can I assist you? Just sing this with me, please. Lífið I can't do that. I'm in a place of business. Með þér. Okay, one more time. Hello. Hello? Hello. Yes, how can I help you? Can you sing this with me? I can't. I'm in a place of business. I'm not allowed to do that at the moment. It's okay. It's fine by me. Just sing a Okay, you go now. Leaving, I couldn't do that. Oh, I have another call coming in. One moment. Hún læði ekki eins og ná. Nei, hún reyndi. Hún var bara að segja lífið er eitthvað, heyrðu þau? Já, það hefur verið gaman að heyra hann að raula þetta. Já, þetta var... En þú tapaði þarna. Hefur að bíða. Það var skellt undan mér. Já, ég tapaði en ég menna, skemmtanagildi var. Það er hárið til þér. Það var mun betra. Já, ég tjá mikið þetta. Förum í auðlýsingar og svo Ricky Martin gott tólk. Þetta lag er með Calvin Harris og heitir Feel So Close. Akkur, einhvern veginn, mér finnst ég aldrei einhvern veginn vita hvað kemur næst. Það er mjög stutt í Ricky Martin. FM 957. Niðurtalningin að vinsalasta lagi landsins í beinni útsendingu alla laugardaga. Finnar listans eru Brynjar Már og Erna Hrönn. Þú vilt ekki missa af þessu. Íslenski listinn á laugardugum klukkan 4. Skoðaðu listaninn á fm957.is. Nú eru hlöllabátastaðinni orðnir 8. Ávallt ferski í 25 ár. Manchester United, Chelsea, Arsenal og Liverpool. Enski boltinn er á lengjunni. Lengjan, taktu þátt í leiknum.
Kalli Bensen mættur á Stöð 2. Útlitið og sjálfstraustið. Í nýju ljósi með Kalla Bensen. Fyrsti þáttur í kvöld klukkan 20:30. Fáður áskrifti síma 512-5100 eða inn á stöð2.is. Stöð 2. Skemmtilegri. Það Merrild sem færir þér Kalla Bensen í nýju ljósi á Stöð 2. Ofur hljóðkerfi og Suzuki kynna 10 ára afmæli Óla Ofur á Nasal laugardaginn 14. janúar. Allar nánari upplýsingar á ofur.is. FM 95 Blö í boði. Jólin bara einu svona ári. Láttu það eftir þér. 1 SMS í 1919. Kredía. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Já, þeir að hlusta FM 95 Blö á FM 957 og gestur þáttarins rétt og kominn, hann var að klára sjúkraþjálfun, hann heitir Eiður Smári Guðjónsson. Og það ýmislegt sem við þurfum að ræða við hann. Já, það nú eitt og annað sem maður þarf að grafa upp, draga upp á yfirborðið. Já, og margir hlustendur búin að koma með margar skemmtilega spurningar inn á Twitter á Auti B, þannig að það verða margar spurðar. En herru, Kalle Benson að byrja með nýjan þátt í kvöld. Verður maður ekki að tjekka því? Já, það byrja með því. Jú, maður verður að tjekka því, það alveg rétt hjá þér. Erst þú ekki svona típan sem að fílar svona queera fóta streika og svona? Er þetta sérst, hann bara að taka svona fólk í... Já, hann að fara að taka eitthvað svona yfirhylmingu og svona og breytingar, svo. Já. Kalle er þetta, hann er mjög skemmtilegur, sko. Já, bara algjörlega. Hvernig hvenær byrjar þetta? Herri, ég veit það ekki alveg. Það var sagt aðan hérna í auglýsingunum. Já, ok. En þetta er eitthvað sem þú getur hugsað, Pétur, eða þú mættir, ástæðan fyrir ég var að spyrja, þetta er svona yfirhylmingu og Kalle Benson. Ef þú mættir breyta einhverju við þig. Í mínu útliti? Já, þínu útliti. Hverju myndir þú breyta? Þetta heitir breytt útlit, sko? Já, sko. Ég meina, ertu að tala um lítalækningar eða? Er fólk að fara í... Ertu að tala um það? Ef ég fari bara... Ég veit ekki hvort það sé að fara svo langt með þetta, sko. Nei, en ertu að spyrja mig út frá... Ég er að spyrja þig, ef að kæma bara til þinn lítill alvöru, Pétur. Og ég mætti bara fá nýtt nef. Já, ef þú vildi það. Já, væri ég til í annan nef. Í alveg, nefið þér? Já, nefið á mér, þú veist, það bara heldur þú alla glerum, sko. Alveg pínu lítið, maður, ekki að sjá þetta? Jú, en það er eitthvað rosalega margir, þú ert þetta með svolítið lítið nef, en það er rosalega margir sem að, eins og allir í Hollywood, er að láta minka á sér nefið, sko. Minka það? Já. Nú? Fólk vill eins og Jackson, hann vildi alltaf vera með minna nef. Já, þú meina það er svo... Þú horfir á hlið, prófílinn, maður. Er það að sjá þetta? Vákvæl, já, ég hef aldrei tekið eftir þessu. Þetta er bara drög. Það er ekkert smá stutt, maður. Ég veit það, sko. Ég væri til í alvöru nef. Já, ok. Bara, þú veist, og sem að byrjar, sko, mitt einhvern veginn byrjar hvergi og endar hvergi. Nei. Þetta er bara svona einhvern veginn bara kinnin á mér. Kinn og efri vörin einhvern veginn og þetta er bara saminast allt og út kemur einhver nubbur. Ég verði til í að fá nef sem byrjar hér og endar hér. Mitt er einhvern veginn bara svona... En finn neð, sko, maður tekur miklu betur eftir þessu hér þegar þú sýnir mér hann akkurat á hlið, prófílinn, sko. Hvað er það? Og þú veist, þegar maður er eitthvað svona að reyna að tala við fólk og það er fólk sem stendur við hliðin á mér, tekur engin mark á manni sem er ekki með nef. Nei. Þú veist, og fyrir mig sem er að reyna að fara í forsetaframboð, að vera hérna, góðan, þú veist, að reyna að vera með eitthvað gáulegt. Guð blessi þjóðina og eitthvað svona. Já, eitthvað gáulegt sem að forseti myndi segja, skilu. Íslenska þjóðin á þessum erfiðu tímum þarf að standa saman og eitthvað svona. Þú veit að trúi því, talandi frá manni sem er ekki með nef, eða valla. Já, þetta er svona, þú ert með síni svona nefi. Já, þetta er bara einhvern veginn upphaf og síðan bara ekkert. Þannig að fyrst þú spurðir, þá var ég til í nýtt nef. Svo reyndar að væri ég til í aðra höku líka. Ok. Bara nýtt andlit, svona, fyrst við erum komin. Fyrst við erum byrjað að tala með þetta. Bara nýtt andlit, alveg bara. Já, frábærlega. Spurðu Kalla Benson hvort hann geti bara sauma og kalli nýtt andlit. Ég skal spyrja, það er aldrei að vita. Herðu, Arcilia Banks, 212. Yes, þetta er bara... Þetta er bara því. Mikið er ég ánægður að heyra. Sennilega vinsælasta lagi á stöðinni í dag. Er það? Já. Þetta kemur mann í stöðu? Já, þetta er svona partílag. Partílag? Já, þetta er vinsælt á skemmtistöðun landsins og svona. Nú er ég hérna búið að kjósa Hrafnhildi Ósk, íþróttamann Reykjavíkur 2011. Ok, til að hann með það, Hrafnhildur er út að hlusta. Hrafnhildur Ósk, skúladóttir fyrir í íslenska landsliðsins í handbolta. Já, og fyrirverandi kærastan Sveppa.
Vissirðu það? Þetta vissi ég ekki úti. Nei, það er ekki allir sem vita þetta. Nei. Alveg er það með ólíkin. Það er mörg ár síðan samt, sko. Já. Hvernig vissirðu þetta? Sveppi sagði mér þetta inn í þættunum. Nú, hvað? Þegar íslenska kvennalandslið var að keppa. Já. Það hefði verið mjög fyndið að sjá þau saman. Ég er sammálaður í því. Já. Það hefði verið mjög gaman. Það er svona, hún getur nánast bara tekið hann og sett hann í vasan, sko. Já, þú getur tekið hann í bóndabeyju. Já, og bara, ef hann er að haga sér illa, þá bara hent honum upp í rúm og sett hann með grjóthaldi kjafti. Já. En nú er sko... Hún er vel að þessu komin. Já. Flott og frábær íþróttamaður. Já, og lét líka, sko, lét fólk heyra að hún kom til landsins daginn. Já. Vildi pening. Já, meiri pening inn í íþróttina. Já, fyrir bara í kvennahandboltan. Já, í kvennahandboltan. Já. Og það er alveg á rökum reist, eða ekki? Já, ekki spurning. En í framhaldi af þessu Blöndal, þá náttúrulega þurfum við að, sko, hún er sem sagt íþróttamaður Reykjavíkur 2011. Svo er eitthvað sem heitir íþróttamaður ársins. Já. Það er ekki búið að velja það. Nei, það er enda góða punktur í það. Hvenær er það valið eða? Það er komið 4. í hann. Já, það er komið 4. í hann. Eða hvað? Er búið að velja? Nei, þá myndi ég vita það. Þú myndir vita það. Og hvenær ég meina, hverjir eru þar á lista, veistu það? Já, Heiðar Helgusson, Kolbeinn Sigþórsson, Aron Pálmarsson, Hrafnildur held ég og fleiri. Og hver ætti þennan heiður skilin? Að mínum mati? Já. Það er erfitt að segja, finnst mér. Já. Ég veit ekki hvort að Annie Mist sé tilnefnd, sko, af því ég er ekki viss um að séu ISI eða hvað sem þetta heitir. Nei. En hún náttúrulega var með stórkostlegan árangur árinu. Annie Mist? Já. Já, þarna í hérna... Hún var þarna heimsmeistari í crossfiti. Já. Og stóð sér frábælega þar. Og svo finnst mér Kolbeinn reyndar var ríkala óheppinn að meiðast. Hann er búinn að standa sér frábælega. Stóð sér vel hjá AZ Alkmaar og keypti til Ajax og brilleraði þar. Og hann er náttúrulega með stærri klúbbum í heimi. En Heiðar Helgusson er búinn að líka gera góða hluti. Já, hann er búinn að frábælega líka. Þetta er eitthvað sem við getum bara spurt Eiðsmar út í. Hann er hérna rétt á komin. Hann var að senda SMS. Hann er ekki á lista. Nei, skrítið Pétur. Af hverju er það skrítið? Hann fótbrotnaði og er lítið búinn að spila. Já, er þetta ekki fyrsta skipti í mörg ár sem hann er ekki á lista? Ég veit það ekki. Nei. Ég veit ekki hvort hann hefði verið fyrir. Við getum bara spurt hann. Hann er hérna rétt á komin. Já, þetta eru vangaveltur. Já, hvernig þú sá sem íþróttamann ársins? Já, mér finnst þú að mikið hafa farið fyrir honum Heiðari Helgusson. Já. Mér finnst hann hafa verið út allt eitthvað. Já, hann er búinn að vera rosalega góður núna í byrjun. Tímabils. Og Aron Pálmarsson líka. Já, hann er hrikalega efnilegur. Hann á nú eftir að vera valinn á nokkur sem held ég. Já, það er kannski engin ástæða til að vera velja núna. Hann á náttúrulega eftir að vera valinn einhvern tímann. Já, samt, það er ekki þetta. Er hann ekki bara 16 ára? Það er ekki að segja svona 16, nei, hann er orðinn 21, svo segir ekki. Já, þú veist, við skulum gefa honum nokkur ári viðbútt. Já. Ekki að fara að velja hann í íþróttamann ársins 21 árs, sko. Ef hann hafa skilið, þá hendum við hann. Já. Herru, við ætlum að fá hérna Misja Moore. Já. Learn to Fly. Já. Veit ekki hvað mér finnst þetta lag. Learn to Fly. Já, Learn to Fly. Frábært lag hér á FM og við förum í veður og fréttir hér eftir það. Já, og svo hér strax eftir Eiður Smári Guðjónsson. Smakka nammi sig. Ísbúðin Háaleitisbraut. Office One, stærsti skiptibókamarkaður landsins. Kalli Bensen er mættur á Stöð 2. Útlitið og sjálfstrustið. Í nýju ljósi með Kalla Bensen. Fyrsti þáttur í kvöld klukkan 20:30. Fáður á skriftisíma 5125100 eða inn á stöð2.is. Stöð 2. Skemmtileg. Það er Merritt sem færir þér Kalla Bensen í nýju ljósi á Stöð 2. Það er auðveldara að hreyfa sig þegar maður er ekki bundinn. Reebok Fitness, 2.990 á mánuði og engin binding. Skoðaðu málið á Reebok
fitness.is. Á Subway bátum mánaðarins alltaf ódýrastur. Aðeins 419 krónur. Subway, alltaf fest. FM 95 Blö í boði. Smálán Kredja hjálpa þér að brúa bilið. Láttu það eftir þér, 1 SMS í 1919. Kredja. Lakkeró, ekki fyrir fótboltastráka. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Já, þið að hlusta á FM 95 Blö á FM 957, Auðun Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon hérna eins og alla miðvikudaga og hingað komin góði gestur, það knattspyrnumaðurinn Eiður Smári Guðjónsson, verður velkominn. Takk fyrir það. Hvað segir kallinn? Já, glæsilegt. Nýkominn frá sjúkraþjálfara? Það held ég. Já, fótbrotinn? En þá? Já, hvað er mikið eftir að því rugli? Já, það er einhver 2-3 mánuðir síns mér. Ok, heldur þú spilir meira á þessu ári? Já, þessu ári? Nei, hérna á þessu tímabili minnaði. Já, það er svona stefnum allavega. Ég er búinn að heita með því að ég ætla að spila allavega reitleik. Af hver fótbraut þig? Það var einhver markmaður. Gerða það viljandi? Nei, það var ekkert viljandi þessu. Því ég þekki fólk sko sem að getur látið henn að gæða hver á. Já, það er bara skýtlega. Ég trúi því. Hvað heitir þessi gæði? Ég misti alveg af þessu. Hvað gerðist þetta? Var þessi leikur sýndur hérna á Íslandi? Ég var það. Ég var það. Jú, hann var þetta sýndur held ég. Það er það, markmaður hjá Olympiakos. Hvað segirðu? Googlaðan, markmaður hjá Olympiakos. Markmaður hjá Olympiakos. Og hvað, ég meina, er þetta stór maður? Ég meina, á hann fjölskyldu og svona, veistu það? Ég er nú ekki búinn að fara það. Þetta var óviljaverk. Já, ég segi það. Varstu brotin á morgun stöðum? Já, 2. 2 stöðum? Hægri fæti? Já. Það er fóturinn svo notað til að skora mörkin með? Já, ég gerði það þegar ég var upp á minn besta allavega. Og hvar er þetta? Er þetta ökli og eitthvað? Miðan legginn. Bölva vesen er þetta. Já. Þú er bein út og svona. Og reynda verið að heppin með meiðsli. Já, ég byrjaði ferilinn, svona atvinnumannaferilinn á fótbrotna. Já. Og mér sýnist ég svona, kannski alveg endan, en svona seinni áran vera... Er þetta sami staður? Já, eins fyrir ofan. Aðeins fyrir ofan. Það var öklinnið ekki, gamla þetta? Já, það var aðeins flóknara. Já. En hvernig er þetta búin að hafa það verið hátíðarnar? Já, frábært. Gott. Meira þetta. Það er nú ekki oft sem þú ert á Íslandi yfir jólinn? Nei, ekki á síðustu, á síðustu árum þegar ég var á Spáni og fengu henni oftast vetrafrí en ekki meðan ég var á Englandi. Nei, þá er bara mikið spilað. Ég setti, mjög skemmtilegt svona áður og höldum áfram, ég setti á Twitter í dag, þá var ég að biðja fólk að, komið spurningar á þeim. Og það komið hellingur af skemmtilegum spurningum og ég veit að það eru margir hérna úti sem að vilja heyra sína spurningu, þannig ég er að spája bara byrja á hérna nokkurum. Draumaliðið af mönnum sem þú hefur spilað með. Það var að setja saman svona, ef við byrjum á markmanninu, hver er besti markmann sem þú spila með? Ég sagði nú alltaf Peter Cech, en ég er fann að hallast af Viktor Valdez. En hvað með Birkir Kristinsson? Já, hann var að markmaður hjá mér, alveg potið. Hann er kattsvalur og liður. Já, ég kallaði hann alltaf Segulinn þegar við vorum saman í boltan. Boltin fór alltaf í henni einhvern veginn. Það er alveg mólingin. Þannig að þú vilt meina að Viktor Valdez er betri markmaður heldur en Peter Cech? Já. Ok, það er semst markmaður Barcelona fyrir hlustendur. Herðu, hvað væri, við erum kannski með 4 manna vörnum, ekki? Já. Hver er hægri bakverði? Pétur Jóhann Sigfússon. Hann væri reyndar í öllum. Ég kallaður Hefillin. Ég var það sko þegar ég var í Garðabænum, sín tíma. Er ekki Dani Alves? Dani Alves, já. Dani Alves, já. Miðverðir? Miðverðir kannski Puyol, John Terry. Já. Og vinstri bakverðir? Manna ekki svona fljótubræði? Nei, Abidal eða Ashley Cole. Nei, þú spilaði aldrei með Ashley Cole. Nei, Abidal, segið það bara. Það er allt Barcelona-leikminn. Já. En hver er... Stóra einkennilegt. Já, fárulegt. Við varum væntanlega með 4-3-3, eða ekki? Já, 4-3-3. Hver eru 3 á miðinni? Kenny Douglas. Ég væri með Makaleli fyrir fram á vörnina. Ok. Og ég seti sjálf mig bara á bekkin ef ég setjum Xavi og Iniesta inn á miðuna. Það er erfitt að... Ok, þannig að Frank Lampard kemist ekki í liði? Nei, því miður. Messi. Góðu félagar minn. Messi er hann aðeins framar. Já, hann er framar. Þú fylgst svolítið með boltanum. Já, ég veit alveg hver það er, sko. Hver eru 3 framið? Þá var það Messi. Hvað, Ronaldinho? Ég myndi segja Ronaldinho, Messi og Ronaldo feiti. Já, PSV. Hann var nú ekki feitur þegar þú varst með honum. Nei. En við þekkjum að því það er annar Ronaldo og við erum ekki kallan ekki að... Já, hann er kallað feitur Ronaldo núna. Þannig að Drogba kemist ekki eldri í liði þér? Nei, minna, ekki Drogba, Sola og Etu, þú veist hvað maður að segja, það er hellingur á mönnum hann. Já, við dráðum þessu liði. Já. Það voru margir sem spurðu þessu, svo er hérna ein spurning, hvor er betri, Xavi eða Iniesta? Er þetta eins og að segja, hvor er svalæri stilinn Sigurlega Bon Jovi? Já, ég sveimi þá. Er þetta að velja? Já, hver er betri Stones eða Bílarnir, sko? Já,
En ef að segjum að þú verið þjálfari núna og ættir að velja annan yfir, hvort myndir þú taka? Ég myndi velja Xavi af því hann ekki jafn oft meiddur. Já, ok. Leiðilegasti samherjiðinn frá upphafi? Áttu eitthvað þannig? Nei, þeir eru alltaf ágætis drengir. En ég meina, Edu og Drogba, þetta voru engir Pétur Jón Sigfússon eða? Nei, þetta var ekki brandari kallað svo sem og svona með ego í lagi. Já, þeir tveir svona með mest ego? Nei, ekkert endilega Drogba. Drogba var voða fínn svona inn í klefa og kannski aðeins inn á vellinum, en ég var með hann með liðið, þannig ég var ekkert að keppa mér upp það. Nei, ég skilji. Hann hanginu svo hestur, eða ekki? Ekki eitthvað svaðalegt undir? Er það ekki sagt með alla? Er það? Nei, menn á Drogba var þetta ekki bara plankjó, mann? Nei, það var í vandræðum með að hlaupast. Drogba kannski, einaði, menn... Hann og Makaleli sem hann kallaði þrífóturinn, eða ekki? Jó, líka því hann var það lágvaxinn, þetta... Já, svona eins og Pétur. Lágvaxinn og hanginn. En Messi, hvernig, hann orðið á göndunum segir, hann sé hangið alveg svaðalegt. Já, ég með líður ekkert vel að tala tippastæði hérna. En ok. Það var það næsta hérna. Er það ekki eitthvað sem allir að spá? Nei, er ég einn um það? Ég held að bara þú, Pétur. Er það? Já, hvort myndir velja, hvort ertu með stærra Barcelona hjarta eða Chelsea hjarta? Já, Chelsea staðfest. Já, staðfest. Já, ég var þar í 6 ár og þetta var frábært tími. Já, sérðu eftir að farið úr Chelsea á sínum tíma? Nei, það er ekki hægt að sjá eftir þegar liðin svo Barcelona kemur og sýnir áhuga. Það var kannski svona eftir á litið þá var mitt hlutverk innan liðsins kannski miklu stærra í Chelsea heldur að vann nokkuð tíman í Barcelona. En samt var ég hluti af liði sem vann alla titla sem hægt voru, þannig. Já, þannig að það er ekki að kvartið við því. Stór hluti af því. Já, rollur, hann og mörkarna frá kallinum og svona. Hver er fyndnasti leikmaður sem þú spilað með? Er einhver svona snillingur sem að, hvort sem að vera í Chelsea eða Barcelona? Já, það var einn rússi, Alexis Mertin heitir hann. Okay. Hann núna bara varafósetti einhver staðar. En hann var í Chelsea þegar ekki? Hann var í Chelsea með mér í 1 ár. Var hann fyndinn? Hann var alltaf í góðskapi. Honum fannst allt skemmtilegt og hló alltaf og... Það var svona eins og Pétur? Já, bara kólbílaður. Já, gaman af því. Þú varst alltaf í góðskapi, Pétur? Já, sem er einkennilegt. Þú sjá andlitið á mér. Maður ætti eiginlega að vera sorgmættur alla daga með að vakna með þetta andlit á gunnum mótni. Já, næstan svo jákvæður og res. Já, sögðu nefið á mér. Já, við vorum myndið að ræða það. Ég reyndi að sé það ekki. Nei, nákvæmlega. Það sést ekki. Þetta er bara eitthvað nubbur. Ok, áfram með spurningarnar. Áfram með spurningarnar. Herðu, sérðu eftir að við ekki farið til Swansea daginn þegar þeir vildu á sama tíma á AEK? Já, ég geri það núna þegar ég set fótbrotin í útvarstúdíu. Þá kannski geri ég það, en maður veit aldrei hvað hefði gerst. Nei, en þeir eru að spila skemmtilegan bolta líka og svona? Já, jú, ég vissi það allan tíman. Ég þekki til þjálfarans og vissi að þeir myndu spila fínan bolta, en þetta er svona aðeins ákvarðanartökur, maður þýr ekkert að sjá þetta, þeim að bara standa við þar. Hérna er spurningin sem kom oftast inn á Twitter. Hver er besti leikmaður sem þú spila með? Messi? Já, ég held að bara gefa augalegið eins og... Helgi Kolviðs. Hvað var þetta Helga Kolviðs? Hefur aldrei spilað með Helga Kolviðs? Jú, grjótharður. Svaðalur. Sátt stoppa á maður. Ekki gleyma honum. Hvað er hann í dag? Selja ráftæki? Er hann ekki í Austuríki eða Þýskalandi? Ég veit það ekki sjálfur. Ég bara veit það ekki. Hann mótilast einhverstaðar. Já, hann er mótilast. Hann er ábyggli í ljósum. Akkurat í þessum hann var alltaf með lúkið á hreinu. Já, alltaf aðeins og brútt fyrir ástíma, sant? Já, en hvað hérna er eitthvað sem þú sérð mest eftir á ferðinu með yfir? Sérðu til dæmis ástu eftir að fara til Monaco? Já. Já, mistök. Já. En þetta var eitthvað svo heillandi og, romantíkt á þessum tíma. Gott veður hann, Já, frábært, en mér er svo skýtsamur veðri þegar maður er í fótbolta. Spilar það ekkert stóra rullu þegar maður er svona úti að spila fótbolta? Nei, það... Skýta veður maður, ég nenni þess ekki í dag og eitthvað svona. Já, ég... Ætlum við að spila þessi rigningu eða? Er það aldrei? Kemur það aldrei upp? Ef það ringdi þá kannski leit maður á þannig að það ætla hann ekki skattar hérna. Já, nákvæmlega. Þannig að hérna má segja Monaco movie, var það peningamove? Var það meira þetta pening heldur en nokkuð með fótbolta? Bæði bara. Já, ok. Herðu, þá er hérna, það var svona flestar var að koma inn, það er einn nokkur sem spurðu hver var svona ekki svo skarpast í skúfunni sem þú var að spila með? Ef þú orðið það svona pent, er eitthvað svona, var eitthvað vitlesingur? Ekki beittast í hnífurum? Já, er ekki ágt að segja einhvern sem er örugglega ekki að hlusta? Já, nei, ég myndi gera það. Þetta fyrir aldrei neitt lengra. Jeremy,
Jeremy. Já, hann var hjá Chelsea, já. Ron Jeremy. Var hann vitlaus eða? Var hann í boltan? Ég sé ekki. Hann hefur tekið ranga Ég að hafa Pétur hérna á kantinum, það alveg, þetta svona Jeremy, hvernig hann hangir Ron Jeremy? Hvernig hann hangir? Hvaða Jeremy? Það var bara einn Spilaði með Middlesbrough. Já, var í Real Madrid. Hvað er hann ekki Kamerúni? Já. Hérna á síðasta spurningi sem að ég reyndari hef oft spurt þig að og finnst synd á að vera ekki gert því ég veit svarið þessu. Vildi Alex Ferguson ekkert maður fá þig? Já. Sýnda þér áhuga? Já, oftar en einu sinni. Já, ég myndi halda að það var stærstu mistök á þínu lífi að við ekki tekið þátt í því. Já, það er náttúrulega því að þú ert harður United maður. Nei, bara þetta er svo góða gaur. Það er mitt. Herru, fáum smá Pál Óskar svo held að áfram með Smára. Hjálmtýrsson með lagið Megi það byrjað með mér. UNICEF lagið okkar þetta árið. Þeir að hlusta á FM 9 og Eiður Smári Guðjónsson er hérna sem gestur. Það er búið að spyrja út í Twitter spurningarnar og við vorum að spája enda þetta hérna Eiður á nokkur hraðaspurninga. Samt Pétur, er eitthvað sem þú þarft að koma úr systeminu því að nú eru 9 mínútur eftir að þættinum. Er eitthvað sem þú vilt? En ef þú mættir bara velja eitthvað sem þið langar að drepa, hvernig? Þú ert að vinna þig upp listan. Er ég komin ansi hátt? Ég vil langa maður að drepa Pétur Jóhann. En ég menna, hvernig myndur þú vilja sjá sem fórseta Íslands? Já. Hvernig myndur þú vilja sjá sem fórseta? Það er enda rákið spurningakallinn. Já. Nú erum við með þetta. Vísir kannar vilja lesenda. Já, ég þekki bara svo fá Íslandi, eða ég veit ekki hvernig er í þessum frasa. Sérðu, og nú eru, það er, byrju, hvað búið að leta lengi þessi 12? Myndur þú vilja sjá Pétur sem fórseta Íslands? Ég meina, Jón Gnarr er borgarstjóri. Hann er ekki búin að útiloka þetta. Já. Nei. En það eru menn nefndir hérna. Andri Snær Magnason, Ágúst Einarsson, Bergþór Pálsson, Björk Guðmundsdóttir, Daví Oddsson, Dorrit Musaev, Elín Hirst, Gerður Kristný, Guðmundur Andri. Elín Hirst? Jakob Fríman, Jón Baldvin, Jón Gnarr. Viltu hann? Já, eitt af fánefnum sem ég kannast við. Búin að hlápa borgarstjóri. Páll Óskar Hjálmtýrsson er hérna. Á lista. Það er vinsælt. Það var gaman. Það var margir sem myndi kjósa hann, örgulega. Hvað voru þú ekki á þessu lista, Eiður Smári? Já, ég er ekki búin að útiloka það. Þú ert ekki búin að útiloka framboð. Myndu vilja vera forseti Íslands? Nei, takk. Nei, herðan, hver finnst þér að vera valin íþróttamæður ásins? Nú er það valið á morgun. Þú ert ekki í hattunum, held ég. Nei, skrítið. Já, mér finnst það mjög skrítið. Mér finnst það eiginlega bara, það er eitthvað pólitík. Þetta er bara að hneysa. Kjáltað er þetta. Nei, hvern myndur þú vilja sjá það? Ég veit ekki, er ekki einhver handboltamaður eða? Já, við vorum að reyna að fara yfir þetta áðan. Það er einhvern veginn, mér finnst, og oft er þetta svona sjálfgefið einhvern veginn, þetta er ekki gefið í ár. Það er hann nokkri sem komið. Heiðar Helgason kannski? Já, hann búið að standa sig vel. Já, ég nefndi hann. Fór upp með Queen's Park Rangers og er að standa sig frábærlega núna í meistaradeildinni. Já, í Champions-deildinni. Ekki alveg meistaradeildinni. Nei, í Premier League segir. Já, Premier League. En herðu, við ætlum að enda þetta hérna með good men í hraðaspurningum og það fyrir það að þú reynsa bara huga niður og segir að fyrsta sinni þetta er í huga, það er ekki hægt að svara rangt, það er ekki hægt að svara rétt. Ertu tilbúin? Já. Á byrjuðu, 1, 2 og besta mynd allra tíma. Shawshank Redemption. Besta hljómsveit allra tíma. Rolling Stones. Hvað drekkur á djamminu? Gin og tónik. Uppáhaldsnammi? Nógkropp. Hvað kveikir í þér? Eldur. Hefurðu lamið eitthvað? Nei. Hefurðu lent í slagsmálum? Já. Fjandisslag einhvern veginn. Herru, ef þú yrðir að sofa í einhverju dýri, hvaða dýri er fyrir valinu? Nokkur? Öll fjölskyldan bara inn í húsi, einhvers staðar? Bara bánsa. Bánsa, ok. Fékkst þér í aðra tanni yfir hátíðarnar? Það má segja það. Fúlla með að stók? Fúlla. Tony Pullis er? Ekki til í mínum huga. Frægastur í símaskráni? Sveppi. Sveppi? Já, þú veist, fyrsta sem dettur til hugar. Það ert ekki með Ronaldinho og Frank Lampard og ykkur að kalla hann það? Jú. Týndi þeim síma. Ok, uppáhalds sjónvarpsþáttur? Entourage. Besta lag allra tíma? Wild Horses. Leður eða latex? Leður. Hefur hæna komið þið til? Aldrei. Ok, ég byrjar að semja henni lókin. Þetta er Wild Horses. Wild Horses. Já, þetta er, þú ert mikill stónsmær. Áttu ekki einhvern gítar sem að Keith Richards átti eða eitthvað? Jú. Já, sem hann keftir á uppbúi. Hvar er hann? Hann er bara heima á mér. Hann er heima á þér? Já. Hefur þú farið á tónleika með Rolling Stones? Nei. Nei.
En þú eins og að farið á tónleika með Lionel Richie. Það held ég. Já. Besti tónleika sé ég. Heyrðu, og talandi það, að Lionel Messi var skýrður höfuð á hún. Já, það er enda rétt. Svo segir sann. Já. Það er bara staðfest. Er það rétt? Það er hárrétt. Var pappans Lionel Messi Pappa sé brjálaður Lionel Richie fan. Þetta fyndið maður. Lionel Messi, Lionel Richie. Hvað ég sé eftir að hafa ekki skýrt stráki mín í höfuð á Ricky Martin. Já, Ricky Pétursson maður. Já, Ricky Martin Pétursson. Ricky Martin. Ég var búin að lofa að enda hérna á Ricky Martin. Já, það veitum að þetta. Eða Smári, þú ert mikill Ricky Martin aðbáðandi, það ekki? Jú. Heyrðu, allokum, mér langar svo að vita, hvernig líst þér á hana nýja landsliðsþjálfara hana? Já, bara ákveð. Lagerbakk, hann búin að heyra í þér? Lagerbakk. Já, bara svona e-mail samskipti. Ok, þannig að hann búin að hafa sannat. Hann ekkert að eða síndali í kallinn? Nei, fyrst ekki. Ekki allir að spara? Jú, það allir að spara. Herri, já, en segðu okkur líka, hver heldur að verði hérna enski meistarar? Manchester City. Manchester City, heldur það? Nei, pínu vonaði bara. Akkur? Æ, því hlusta á þetta United bull í þér allavega. Já, það allt frekar en United bull í þér. Nei, maður vill ekki að klúbbur sem búin að kaupa allt verði meistarar. Herru, það allir þessi klúbbar kaupandi alltaf allt maður. Ná, heldur að Barcelona verði Evrópumeistarar? Já, ég reyndi að spá í Bayern München. Muni þetta. Ok. Endi þetta heimavelli. Já, þannig að þú heldur að þeir verði... Þetta koma ávart. Ok. Herri, ég að spá að enda þetta hérna á lægi sem að ég veit er í miklu upphaldi hjá Good Men Eiður. Það er búin sannur heiður að fá þig hérna í þáttinn. Það er Ricky Martin, eða ekki? Nei, það er reyndar ekki Ricky Martin, en... Það eru Pixies. Lofaði alla þáttinn að spila Ricky Martin. Besta hljómsveit allra tíma og upp á hljómsveit, Kurt Cobain. Já, þetta er frábært lag. Já, skemmtilegt lag, herðu, klukkan er akkurat 6, það er bara á slæginu, þannig að... Sem gefur okkur tíma til að vinda okkur í næsta lag. Nei, við ætlum að taka hérna í lóginu, eða ekki, Ricky Martin? Já, við Pétur ætlum að kveðja allavega úr Skaftaliðinni, við þökkum kella fyrir hlustunum í dag. Við Hjöppi K verðum hérna mættir á morgun, 50 dagur og ég get ekki alveg lofa því, en það eru góða líkur að Múkisson verði gestur þáttarins, en það var að valinn maður ásins hjá okkur. Hann er að svara mér í kvöld, þannig að fylgist með því. Og svo verður náttúrulega jafnvel Brjálbreki og fleiri þarna ferðinu, þannig að tekja því á morgun. En við bjötum þakku kjallaði frá okkur og við þurfum að hoppa hérna í stuttarauðlýsingar áður en að Riki G. Blæturinn mætir. Ég hlakka mikið til. Sannur hefur að vera... Allsvagtaðar og bjóðar. Það er svona allar annað. Hádegisverð á La Luna. Það eru við sjáumst mögutaðan eftir viku. Riki Martin kemur eftir auðlýsingar. Takk fyrir mig. Hverjum 50 degi í morgun þættir Magasin drögum út. Ég setur Riki Martin eftir auðlýsingar. Já, eins gott. 10 manns upp á eldbakaða pizzuveislu. Guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. Ertu farin að telja hitaeiningarnar eftir hátíðarnar? Á hamborgarafabrikunni getur þú fengið alla hamborgara í speltbrauði. Skipt út frönskum fyrir veglegt salat. Nú, eða skipt út kjötinu fyrir portobello svepp. Hamborgarafabrikan. Fyrir alla. Líka grænmetisætur. Beck's Music Experience býður þér á tónleikaröðuna Skúrinn á Gauk á Stöng 4. janúar. Framkoma Smári Tarfur og Ilja og Eldberg. Nánari upplýsingar á gaukurástöng.is. Dílar.is í dag. 20 mínúna ljósatími hjá Taninu í Mjótinni á aðeins 450 í stað 990. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Af öllu leigðu efni í sjónvarpi Símans. Smelt á vodtakkan á fjárstýringunni og veldu einhver af þeim 4000 titlum sem í boði eru. Magnaðir miðvikudagar með Símanum.